Fundur settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta fundur númer 153, haldinn hér í Skúlagarði í Kelduhverfi. Þegar sauðburður stendur sem hæst. Við erum með einn varafulltrúa á fundinum. Það eru 24 mál á dagskrá. Og númer 1 er ársreikningur Norðurþings, númer 2 er ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings, númer 3 er samstarf á þingeyska vísu, númer 4 er sameiginleg yfirlýsing Carbfix hf og Sveitarfélagsins Norðurþings, númer 5 er þjónustustefna, númer 6 er afsláttur af gatnagerðargjöldum valdra lóða í Norðurþingi, númer 7 er umsókn lóð að Lyngbrekku 9, númer 8 er ósk breytingu deiliskipulags heilbrigðisstofnana á Húsavík, númer 9 er skipulagsskrá lista og menningarsjóðs Norðurþings sem er endurskoðun. Númer 10 eru reglur Norðurþings frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni samkvæmt lögum. Númer 11 eru reglur stuðningsfjölskyldur fyrir börn með langvarandi stuðningsþarfir. Númer 12 eru reglur skammtímadvöl og númer 13 eru reglur Norðurþings stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. Svo eru það fundagerðir skipulagsráðs, fjölskylduráðs, byggðaráðs, Orkuveitu Húsavíkur og stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings. Og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál er ársreikningur Norðurþings. En fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2024 til síðari umræðu og afgreiðslu. Og sveitarstjóri, gjörðu svo vel, Katrín Sigurjónsdóttir, hefur málið. Forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Við erum þá að fara í síðari umræðu ársreikning Norðurþings fyrir árið 2024, en fyrri umræðan fór fram í sveitarstjórn þann 3. apríl. Ársreikningur Norðurþings er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga. Síðari umræða á að fara fram síðan 15. maí, þannig að við erum innan marka þar. Starfsemi sveitarfélagsins er skipt í A- og B-hluta. Til A-hluta telst sveitarsjóður sem er aðalsjóður sveitarfélagsins, eignasjóður og þjónustumiðstöð. Þetta eru stofnanir og sjóðir sem að sinna starfsemi sem er að hluta til eða öllu leyti fjármögnuð með skatttekjum. Til B-hluta telja stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Og þau fyrirtæki og stofnanir sem við erum með í B-hluta eru félagslegar íbúðir, Hafnarsjóður, Orkuveita Húsavíkur, Dvalarheimili aldraðra SF, Leigufélagi Hvammur og fjárfestingafélag Norðurþings ehf. Ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2024 hefur að geyma ársreikning sveitarsjóðs og samantekinn ársreikning fyrir A- og B-hluta. Og rekstrartekjur A- og B-hluta námu 6.824 milljónum króna á árinu 2024 og hækka 315 milljónir á milli ára eða 4,8% og þær greinast þannig að skatttekjur, það er útsvör, fasteignaskattur og lóðaleiga, voru 3.118 milljónir og álagningarhlutföllin voru 14,97% í útsvari, 0,46% í fasteignarsköttum á íbúðarhúsnæði og 1,55% í fasteignarsköttum á atvinnuhúsnæði. Síðan vorum við með framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga upp á 1.095 milljónir og aðrar tekjur upp á 2.612 milljónir króna. Og þannig að rekstrartekjur A-hlutans voru 5.719 milljónir sem er 7,8% umfram áætlun ársins. Rekstrargjöld A- og B-hluta námu samtals 6.212 milljónir króna, þar af 5.468 milljónir í A-hluta. Og í samstæðunni þá eru laun og launatengd gjöld alls 3.588 milljónir sem eru 52,6% í hlutfalli af rekstrartekjum. Gjaldfærð hækkun lífeyrisskuldbindinga er 219 milljónir og annar rekstrakostnaður 2.032 milljónir. Afskriftir 373 milljónir og fjármagnsgjöld 194 milljónir. Ef hort á stærstu málaflokkana og hvað þeir taka til sín af skatttekjum, þá taka fræðslumálin 43,32%, æskulýðs- og íþróttamál 10,02%, sameiginlegur kostnaður, það er málaflokkur 21, 9,91% og félagsþjónustan tekur 9,86%. Aðrir málaflokkar taka minna en 6% af skatttekjum.
Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A og B-hluta jákvæð 388 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 72 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð 232 milljónir en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 83 milljónir króna. Eigið fé A-hluta í árslok var 2.233 milljónir en í samstæðunni nam eigið fé 4.211 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi og hækkar 701 milljón á milli ára, mest vegna hagnaðar ársins og endurmats á lóðum og lendum. Skuldir við lánastofnanir það lækkuðu á síðasta ári 172 milljónir króna í samstæðunni en það voru engin ný lán tekin á árinu og gert hafði verið ráð fyrir lántöku upp á 215 milljónir króna í fjárhagsáætlun. Heildarskuldir og skuldbindingar A-hluta eru 5.359 milljónir króna og í samstæðunni 7.655 milljónir. Veltufé frá rekstri það var 673 milljónir króna í A-hluta og 1.078 milljónir í samstæðunni. Handbært fé frá rekstri 507 milljónir króna í A-hluta og 914 í samstæðunni. Og handbært fé A og B-hluta var 1480 milljónir króna í árslok og lækkaði 242 milljónir á milli ára. Veltufjárhlutfall samstæðunnar sterkt en það hækkar og það var 2,32 í árslok samanborið við 2,25 í ársbyrjun og það sterkt en að jafnaði horft til þess að veltufjárhlutfallið sé að minnsta kosti yfir 1. Skuldahlutfall samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga lækkar áfram á milli ára hjá samstæðunni úr 65% í 63%. En hjá A-hluta þá hækkaði það úr 48% í 50% og það var vegna þess að þrátt fyrir lækkun heildarskulda en það skýrist helst að því að veltufjármunir lækka nokkuð á milli ára en samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga þá heimilt að draga veltufjármuni frá við útreikning á hlutfallinu. Nú heildar fjárfesting samstæðunnar í varanlegum rekstrarfjármunum voru 722 milljónir króna og voru þær helstar að í eignasjóði var fjárfest fyrir 490 milljónir, í orkuveitunni fyrir 212 milljónir og í hafnasjóði fyrir 96 milljónir króna. Afkoma B-hlutafyrirtækjanna hún var þannig að félagslegar íbúðir þar var neikvæð afkoma 41 milljón, í hafnasjóði neikvæð 27 milljónir króna, í orkuveitu Húsavíkur jákvæð afkoma 232 milljónir króna og í fjárfestingafélagi Norðþings jákvæð 13 milljónir króna, leigufélaginu Hvammi jákvæð 28 milljónir en í dvalarheimili aldraðra var hún neikvæð 43 milljónir. Og íbúafjöldi Norðþings í árslok var 2024 var 3.114 og fjölgaði 33 frá fyrra ári. Með fundagerðinni þá ætlum við að birta endurskoðunarskýrsluna með ítarlegum og mjög aðgengilegum skýringum á hinum ýmsu rekstrarþáttum og ég hvet íbúa til þess að kynna sér hana. Reikningurinn hefur áritun óháðs endurskoðanda og það er Níels Guðmundsson hjá Enor HF sem gegnir því hlutverki og við þökkum gott samstarf við hann við gerð þessa ársreiknings. Ég vil þakka sveitarstjórn fyrir samheldni og samstöðu í störfum sínu fyrir sveitarfélagi en hér skila sveitarstjórn góðum ársreikningi og mun betri en gert hafi verið ráð fyrir í áætlunum. Og ég vil líka þakka starfsfólki Norðþings og stjórnendum fyrir sérstaklega góð störf á síðasta ári og sérstaklega þakki fjármálastjóri og starfsfólki í fjármáladeild fyrir vel unnin störf við gerð ársreiknings. Katrín hefur lokið máli sínu og formaður Byggðaráðs, biðjum orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, eins og Katrín kom inn á hérna þá hefur sveitarstjórn verið samheldin í störfum sínum og hérna því er komin hérna upp til þess að leggja fram bókun sveitarstjórnar allrar vegna ársreiknings ársins 2024. En áður en ég geri það langar mig að fara aðeins yfir nokkrar áhugaverðar tölur úr rekstri sveitarfélagsins á rétt rúmum undanfarnum 10 árum. Og ég ætla fyrst og fremst í þessari yfirferð að horfa til A-hlutans.
En mér langar samt að nefna að því að Katrín fór yfir það hérna að veltufjárhlutfallið okkar væri í kringum 2,25%, að árið 2014 að þá var það 0,72%. Þannig að við sjáum það að það hefur náðst góður árangur á þessum tíma. En ég ætla fyrst og fremst að horfa til A-hlutans eins og ég sagði í þessari yfirferð af því að þar liggur í rauninni grunnrekstur málaflokka sveitarfélagsins og þar eru flestar lögbundnu skyldurnar okkar þegar kemur að verkefnum og þjónustu við íbúa. Og ef við horfum aftur til ársins 2014 þá voru tekjur A-hluta Norðþings það ár 2,5 milljarðar króna og tap ársins nam 122 milljónum króna. Ný lán voru tekin 247 milljónum króna og fjárfestingar námu 234 milljónum króna. Handbært fé 2,4 milljónum króna. Skuldahlutfall A og B-hluta, það að segja gamla skuldahlutfallið, ekki þetta skuldaviðmið sem Katrín fór vel yfir og útskýri hér áðan, það var 160% og var þar af leiðandi yfir viðmiðun sem að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga setur sem er 150%. Þar af leiðandi, já, vorum við yfir því. Þarna er ég að vísa í þetta gamla skuldahlutfall, árétta það. Álagningarprósenta á fasteignir íbúa og fyrirtækja voru í hámarki og ef ég man rétt, jafnvel með undanþágu því að það var 0,58% á fasteignir íbúa, þannig að ég held að þar hefur verið á undanþágu með þetta svona hátt. Og álagning á fasteignir fyrirtækja var 1,65%. Ef við hoppum nú yfir 4 ár, það er að segja 1 kjörtímabil og förum til ársins 2018, þá var HN í lokaframkvæmdum við byggingu PCC á Bakka og upphafstími starfstíma verksmiðjunnar ef man rétt. Tekjur A-hluta höfðu þá á 4 árum hækkað 1,1 milljarð króna, hagnaður A-hluta nam 460 milljónum króna, ný lán námu 262 milljónum króna og handbært fé hefði aukist í 405 milljónum króna. Skuldahlutfallið lækkað 12% stig í 148%. Og ef við hoppum aftur yfir það bil 1 kjörtímabil og skoðum bara núna undanfarin 3 ár, það er að segja 2022 og 3 og 4, sem er ásetningur sem við erum að fjalla hér í dag og samþykkja eða afgreiða, að þá hefur þróunin áfram verið jákvæð þrátt fyrir það að þarna á þessum tíma höfum við gengið í gegnum heimsfaraldur. Tekjur hafa aukist jafnt og þétt, farið úr sem sagt á 4,8 milljónum króna í A-hlutanum frá árinu 2022 í 5,7 milljarða á árinu 2024 sem er ásetningurinn sem við erum með. Sömuleiðis þá hagnaður af rekstri aukist úr 136 milljónum króna árið 2022 í 232 milljónum króna árið 2024 og þessi 3 ár voru engin ný lán tekin vegna fjárfestinga. Fjárfestingar jukust sömuleiðis á tímabilinu en á þessum 3 árum nema fjárfestingar A-hluta samtals 985 milljónum króna og það aftur án þess að tekin hafi verið ný lán. Á sama tíma hefur handbært fé verið í kringum milljarð. Lægst á árinu 2024 952 milljónir króna en hæst árið 2023 1,2 milljarðar króna. Skuldahlutfallið þá A og B-hluta hefur farið úr 121% í 112% og nýja skuldaviðmið eins og Katrín kom inn áðan úr 65 í 63%. Álagningarprósenta á fasteignir íbúa og fyrirtækja hefur lækkað og munið að við vorum í hæstu hæðum árið 2014 en við erum komin í 0,45% fyrir fasteignir íbúa og 1,55% fyrir fasteignir fyrirtækja. Á tímabilinu 2014 til 2024 fjölgaði íbúum í Norðþingi og þetta eru tölur Hagstofunnar sem miðast til 1. janúar og eru þar alveg ekki sömu tölur og við birtum í ársreikningi. Af því að það miðast við árslok eða 1. desember eða maður rétt. En okkur hefur fjölgað úr 2796 í 3081 á þessu tímabili eða 285. Það svona til að setja það í eitthvert samhengi fyrir okkur það bil allur fjöldi nemenda í Borgarholtsskóla. Þessi breyting á rekstri sveitarfélagsins frá árinu 2014 til ársins 2024 liggur í því að hér sköpuðust ný atvinnutækifæri með uppbyggingu og starfsemi verksmiðju PCC á Bakka. Hvort tveggja innan verksmiðjunnar og í afleiddum störfum. Í fundargerð byggðarráðs sem verður til umfjöllunar síðar hér á þessum fundi kemur fram að forstjóri PCC Bakki Silicon kom á fund ráðsins til að fara yfir stöðu starfsemi verksmiðjunnar.
Síðustu daga hafa jafnframt verið birtar fréttir af starfseminni sem gefa til kynna að það séu blikur á lofti í atvinnumálum innan sveitarfélagsins. Hvað varðar rekstur sveitarfélagsins það ótvírætt í mínum huga í það minnsta að hann hangir sama við gengi og framgang atvinnulífs á svæðinu. Þar á meðal verksmiðju PCC Bakki Silicon. Það sýna gögn úr ársreikningu fyrri ára sem ég fór stuttlega yfir hér áðan. Það jafnframt þannig að hvort sem gengur vel eða illa að þá standa kjörnir fulltrúar á hverju ári frammi fyrir vali þegar teknar eru ákvarðanir varðandi rekstur sveitarfélagsins. Þær geta verið meðal annars að draga úr útgjöldum, breyta þjónustu, taka af þjónustu sem gott að hafa en ekki lögbundin. Það að ef tekjur minnka þá eru útgjöld minnkuð. En viðbrögðin geta líka verið að leggjast á árarnar með þeim atvinnugreinum sem eiga í varnarbaráttu á hverjum tíma. Í þeim tilgangi að snúa þeirri stöðu við. Þau geta jafnframt verið markviss sókn í frekari atvinnuuppbyggingu sem gæti að lágmarki viðhaldi tekjum sveitarfélagsins og þar með þjónustu eða aukið þær og tryggt þær með enn betur búsetugæði í sveitarfélaginu. Með fjölbreyttum atvinnutækifærum, lögbundinni grunnþjónustu, góðu húsnæði undir starfsemi sveitarfélagsins og ef ég má taka þannig til orða, lúxusþjónustunni, það að segja þjónustunni sem ekki lögbundin en gott að hafa og sem gerir það að verkum að það aðeins betra að búa hér heldur en víða annar staðar. Hér höfum við til dæmis notið í að geta boðið upp á slíka þjónustu í áratugugömlu samstarfi Borgarhólsskóla og tónlistarskóla Húsavíkur og í nafnlausa samþættingarverkefnin okkar sem fólgið í samstarfi sveitarfélagsins, skólana og Völsungs og með íþrótta- og tómstundaiðkun barna í sveitarfélaginu. Við afgreiðslu þessa ársreiknings hér í dag sem í grunninn sýnir að rekstur sveitarfélagsins var nokkuð góður á síðasta ári og með framangreinda blikur á lofti í atvinnumálum birtast framangreindir valmöguleikar okkur og til þeirra munum við þurfa að taka afstöðu á næstu mánuðum í það minnsta við gerð næstu fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins. En ég ætla að láta þetta gott heita í bili og við leggja fram eftirfarandi bókun fyrir hönd sveitarstjórn allrar. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa hana upp. Niðurstöður ársreikninga Norðþings vegna ársins 2024 sýna þegar á heildina litið að reksturinn gekk vel, í ágætu jafnvægi og fjárhagsstaðan góð. Engin ný lán voru tekin á árinu en vegna framkvæmda og fjárfestinga var gengið að handbært fé. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins hefur á undanfarnum árum farið batnandi sem skila sér í aukinni getu til að bæta innviði. Viðhalda og bæta þjónustu, lækka álögur á íbúa og fyrirtæki, án þess að það hefði veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Á árinu var fjárfest fyrir 857,6 milljónir króna í A- og B-hluta. Þar af námu fjárfestingar Eignasjóðs 489,6 milljónum króna. Fjárfestingar Eignasjóðs voru án lántöku og jafnframt tókst að lækka skuldir A- og B-hluta í 5% verðbólgu 172,2 milljónir króna. Skuldahlutfall samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið lækkar úr 65% í 63% hjá samstæðinni. Fyrir utan gatna og gangstéttaframkvæmdir á liðnu ári var aðstöðuhús á Tjaldsvæði og Húsavík endurnýjað, hönnun og undirbúningur félagsmiðstöðvar og frístundarhúsnæðis, framkvæmdir við skólahúsið á Kóparskeri, Öxarfjarðarskóla og grunnskóla Raufarhafnar. Áhersla í fjárfestingum og viðhaldi að færast í auknum mæli á þá innviði sem börn og barnafjölskyldur sveitarfélagsins nýta mest og má sjá það meðal annars í framkvæmdaáætlun ársins 2025 þar sem unnið verður að byggingu félagsmiðstöðvar og frístundar og endurnýjun á Grasvelli. Hjá Hafnarsvæði var fjárfest í flotbryggjum og stálþýli á Þvergarði og í veitukerfum og búnaði hjá Orkuveitu Húsavíkur. Nettó söluhagnaður eigna á árinu nam rúmlega 50 milljónum króna. Þó ársreikningur ársins 2024 sýnir góða niðurstöðu, þá ýmislegt í umhverfi okkar sem hvetur til varfærni í útgjöldum og stöðra rýni á framkvæmd þjónustu með tilliti til gæða, skilvirkni og kostnaðar. Nægir þar að nefna stöðu efnahagsmála, heimsmála, nýlega kjarasamninga og blikur á lofti í atvinnumálum. Undirliggjandi markmið sveitarstjórnar eru alltaf að leitast við að fara betur með fjármuni íbúa við rekstur sveitarfélagsins og útfæra þjónustu með betri hætti. Og þessi bókun hefur verið send á ritara. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Benóný. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Já, þessi ársreikningur sönnu bara ljómandi góður.
sýnir vandaða vinnu og fagleg vinnubrögð hjá starfsfólki og kjörnum fulltrúum. Ég var satt með segja tilbúin með eldræðu rauðuljósin sem væru samt sem áður kvikna út allt. En svo fréttir síðustu viku og síðast í hádegisfréttum í dag finnst manni það vera hálf hjákvæmlegt að eyða miklu tíma í að ræða stöðuga aukningu stöðugilda og lántökur sveitarfélagsins, þannig að ég ætla nú eiginlega bara óska eftir góðu samtali og samstarfi við meirihlutanum koma bara stöðva og hægja á og breyta því að við séum að fara að taka lán á þessu ári með þessa óvissu sem að framundan í atvinnumálum í héraði. Takk fyrir. Benóni hefur lokið máli sínu og orðið laust. Já, forseti ágæta Sveinbjörnsson, við ræðum hérna ársreikning 2024. Þar sem sannarlega má sjá jákvæða niðurstöðu og betri en áætlun gerir ráð fyrir, aukna tekjur og ægi í rekstrinum, en vegna framkvæmda hefur auðvitað gengið á handbært fé, en eins og hér hefur komið fram engin ný lán tekið. Laun og launatengd gjöld hafa þó hækkað umfram væntingar, sem eitt af því sem við þurfum að skoða betur. Og á völdum sviðum eða ákveðnum sviðum þarf svolítið að nýta fjármagn og stýra aðeins útgjöldum með öðrum hætti. Og hér hefur rætt atvinnuuppbyggingu síðan 2014 en auðvitað það sé lengri aðdraganda heldur en það. Hér var farið gegnum hrun 2008 og eins og öllunum sveitarfélög og svo framvegis. En auðvitað vegur mjög þungt svo atvinnustarfsemi sem hér hefur verið komið inn á. En svo það þessir ytri þættir og samfélagsbreytingar sem hafa áhrif á framhaldið. Jöfnunarsjóður, það þarf ekki nú að það sé tekin einhver ákvörðun eða einhver sveitarfélag sem fer á hausinn einhvers staðar eða þá allt í einu fáum við miklu minna úr jöfnunarsjóði. Það mögulegur verðbólga sem mögulega lækkar samkvæmt spám en líklegt að hún hækki samtenga síður og svo eru blikur á lofti í atvinnumálum og efnahagsaðstæðum bara yfir höfuð í heiminum og svo þessi lífeyris skuldbindingar. Og svo alltaf fyrir áhuga fólk þetta áhugavert að fá endurmat á lóðum og lendum sem einhvern tala sem við höfum engin áhrif á og bæta einhver svona stöðu hjá okkur. En skuldahlutfall að lækka, eignastaðan hún að aukast og í heildina litið reksturinn jákvæður og þetta jákvæð niðurstaða og það góð stjórn á fjármálum sveitarfélagsins og markmiðið okkar hlýtur alltaf að vera bæta þjónustu við íbúa með áherslu á börn og ungmenni og fjölskyldufólk og ekki síst núna þegar mögulega kreppir aðeins að huga að börnum, ungmennum og fjölskyldufólki. Orðið laust. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það. Nei, Guð. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs ársreikninginn. Þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt hann eins og hann lítur hér út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Hann samþykktur samhljóða ársreikningur fyrir 2024. Það ánægjulegt og þá förum við í mál númer 2 sem ársreikningur Hafnarsjóðs Norðþings 2024 en fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur Hafnarsjóðs til síðari umræðu og afgreiðslu og orðið laust. Eiður Pétursson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eiður. Forseti, kjörnir fulltrúar. Hér til umræðu, seinni umræðu, ársreikningur Hafnarsjóðs. Við tókum hann til fyrri umræðu hér í byrjun síðasta mánaðar og hann hefur ekki breyst hann einu gagni síðan. Þetta liggur allt saman fyrir sem við tókum saman þá. Þá fór ég ítarlega yfir reikningin, helstu tölur.
Þannig að ég vil núna þá benda á fylgigagn með málinu sem ársskýrsla Hafnarsjóðs vegna ársins 2024. Það er mjög góð og upplýsandi skýrsla og við þökkum starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þessa góðu skýrslu. Þarna kemur þetta allt saman fram. Hér kemur allt fram varðandi skýrsluna og þarna hún verður svo birt sem frétt. Hún verður náttúrulega fylgigagn undir þessum fundi, þessi skýrsla, og verður svo birt sem frétt síðar á heimasíðu sveitarfélagsins. En hérna koma fram allar helstu upplýsingar sem fróðlegt að velta fyrir sér varðandi hafnir Norðurþings, skipakomur og skipting þeirra á milli skemmtiferðaskipa, flutninga, fiskiskipa og farþegabáta, fjöldi af farþegatekins fyrir samanber ásamt lönduðum afla og vörum og vörugjöldum. Þarna kemur meðans fram aukning á fluttum magni í tonnum. Frá fyrra ári var 87%. Þannig að þarna sjáum við svona einn alvöru ársreikning þegar PCC keyrir á fullu afli heilt ár, hvað þetta skiptir miklu fyrir sveitarfélagið, Hafnarsjóð og annað. Þannig að þetta svona sýnir styrkin sem að svona starfsemi býr yfir þegar hún gengur vel og þannig að eins og hefur komið hérna fram að það eru blikur á lofti. En við vonum það besta og sjáum hvernig þetta þróast áfram. Einnig í skýrslunni yfirlit yfir framkvæmdir á höfnunum og almennar rekstrar upplýsingar. Þannig að ég skora bara á fólk að kíkja á hana. Þetta er mjög flott og faglega unnin skýrsla og þarna kemur þetta allt saman fram. Takk fyrir það. Eiður hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Enginn sem við kveða sér hljóðs ársreikning Norðurþings, þá, hvað sagði ég? Ársreikning Hafnarsjóðs Norðurþings, takk fyrir það. Nú þá göngum við til atkvæða og þau sem geta samþykkt ársreikning Hafnarsjóðs Norðurþings gefur merki með því rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 3 sem samstarf á þingeska vísu. En sveitarfélögum í Þingeyjarsýslu hefur fækkað á undanförnum áratugum. Þau hafa ávallt unnið að sameiginlegum hagsmunamálum héraðsins, keypt þjónustu hvert af öðru og mikilvægt að ræða samstarf á þingeyska vísu. Hvernig við efla héraðið öllum til heilla. Og það liggur fyrir tillaga hér í sveitarstjórn að sveitarstjóra verði falið að bjóða sveitarstjórum og framkvæmdastjórum sveitarstjórnum og framkvæmdastjórum Langanesbyggðar, Þingeyjarsveitar og hreppsnefnd Tjörneshrepps til óformlegs samtals samstarf sveitarstjórna í Þingeyjarsýslu. Og orðið er laust. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn, hér liggur fyrir þessi tillaga boðum óformlegar viðræður að eiga samtal þetta samstarf og þá mögulega sem geti leitt til einhverjar sameiningar sveitarfélaga. Tillaga sem hér liggur fyrir í þessari sveitarstjórn. Og við ætlum að velta fyrir okkur einmitt hvernig ætlum við að ræða þetta samstarf á þingeyska vísu. Hér hefur verið stóri bróðir, Norðurþingsholti verið að reka þjónustu, við hefum verið að kaupa þjónustu öðrum, við hefum rekið þjónustu saman. Við erum að reka hluti saman, við erum saman í menningarmiðstöð Þingeyinga, höfum verið saman í alls konar verkefni og það er bara ábyrgðarhluti af okkur að setjast niður og ræða stöðuna. Hvernig samvinnunni háttað í dag og hvernig viljum við að samvinnunni sé háttað í framtíðinni. Því sveitarfélaga stjórnsýslueining og það er ábyrgðarhluti okkar sem störfum sem fulltrúar íbúa í sveitarfélagi að ræða og meta samvinnuna, samstarf og mögulega sameiningu á einhverjum tíma. Þess vegna finnst mér jákvætt að sveitarstjórn Norðurþings samþykkir einmitt að bjóða sveitarstjórnum Langanesbyggðar, Þingeyjarsveitar og hreppsnefnd Tjörneshrepps til óformlegra viðræðna þetta mál. Undanfarin ár og áratugi þá hefur sveitarfélögum á Íslandi þau hafa verið að sameinast, meðal annars til þess að stuðla að aukinni rekstrarhagkvæmni og slagkrafti sem stjórnvald. Samhliða því hefur tilfærsla verkefnum frá ríki til sveitarfélaga aukist. Íbúafjöldi sveitarfélaga hins vegar afar misjafn, sem og stærð bara af náttúrunnar hendi.
Starfsumhverfi sveitarfélaga og kjörinna fulltrúa því æði misjamt. Geta þeirra til þess að sinna lögbundnum verkefnum og uppbyggingu sömuleiðis. Það eru til kenningar þess efnis að fjölmennari sveitarfélög séu burðugri og hafi meira bolmagn til þess að veita íbúum þjónustu í samræmi við kröfur þeirra og jafnframt boðið upp á meiri og fjölbreyttari þjónustu. En þá verður að huga að því að það eru sömuleiðis til kenningar það að það fjölgi íbúum sveitarfélaga, kenningar að fjölgun íbúa sveitarfélaga geti haft neikvæð áhrif á viðhorf íbúana til þjónustunar. Og það hefur alveg gerst þar sem sveitarfélög hafa verið að sameinast. Þess vegna þarf að hlúa að þessum tilgangi sveitarfélaga, að skapa nálægð íbúa og viðhalda áhuga þeirra íbúana á lýðræðislegri þátttöku. En miðja 20. öld voru 229 sveitarfélög á Íslandi. Ríkisvaldið sá svona meginhluta stjórnsýsluverkefnanna eða í samstarfi við sveitarfélögin. Sveitarfélögum hefur fækkað og þau eru stærri og þau eru fjölmennari. Og til að ráða við verkefni frá ríkisvaldinu hafa sveitarfélög kosið að sameinast auk þess sem fjármagn til uppbyggingar fylgja sameiningunni. Og hvaða bolmagn hafa sveitarfélögin í þingeyjarsýslu? Ein eða sér eða saman? Ýmsar rannsóknir varðandi stærðarhagkvæmni, æskilegan íbúafjölda og fleira hafa verið gerðar bæði hérlendis og erlendis. Íslenska viðmiðið hvað varðar íbúafjölda hefur verið svona bilinu 5.000 til 8.000. Miðað við 1. janúar 2024 voru íbúar í Þingeyjarsýslu 5.084. Í stjórnarskrá Íslands kveðið á sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga eftir því sem lög ákveða. Það hins vegar Alþingis að ákveða skipan sveitarstjórnarmála, fjölda sveitarfélaga og hvaða hlutverk þau skuli sinna. Sjálfstæði sveitarfélaga gagnvart landsstjórninni sömuleiðis tryggt sem mikilvæg stjórnsýslueining sem vilji til þess að efla. En hvernig efla sveitarfélögin sig sem stjórnsýslueiningu? Umræðan enga síður mjög viðkvæm, hún mjög vandasöm. En árið 1958 þá var gerð könnun meðal sveitarfélaga hug þeirra til sameiningar. Af 228 sveitarfélögum þá bárust svör frá 139. Það sem 100 þeirra lýstu sig andsnúin hugmyndinni og 39 voru jákvæð. En sveitarfélögin 62 í dag. Sameiningarverkefni og samstarf sveitarfélaga hafa tekið miklum breytingum frá þessum tíma. Og sveitarfélög, þeim hefur fækkað og þau að sameinast. Enga síður hefur ábyrgðarsvið þeirra orðið mjög umfangsmeira. Og markmið nefndar æskilegar breytingar á skiptingu landsins í sveitarfélög, þau voru meðal annars að þjónusta þeirra væri veitt á eins hagkvæman hátt og mögulegt væri. Að gæði þjónustunar væru mikil og næði til sem flestra íbúa og uppfyllti kröfur þeirra og löggjafans. Að sveitarfélög næði við svæði sem að áliti íbúa þess geti talist heildstætt sveitarfélag og að sveitarfélag væri samfellt skipulags- og atvinnusvæði. En sveitarfélögin í Þingeyjarsýslu í senn lík og þau líka ólík. En ástæða endurskoðunar sveitarfélaga hefur helst verið fámenni, auknar kröfur, samrekstur ríkis og sveitarfélaga, tilfærsla á verkefnum, heildstæð þjónustusvæði, úrelt mörk sveitarfélaga, of mörg samstarfsverkefni, lækkun á kostnaði, tekjur sveitarfélaga, atvinnumál og byggðaþróun og svo fleira. En samkvæmt athugun og umræðu þá hefur viðhorf stærri sveitarfélaga verið almennt frekar jákvætt í garð sameiningar á meðan það almennt frekar neikvætt meðal smærri sveitarfélaga og þeirra sem búa næst þéttbýli í sveitarfélögum. En hvernig er þá skilgreina þetta bolmagn? Aðgerða og þjónustu getan til þess að veita góða og ódýra þjónustu, getan til þess að annast þau verkefni sem sveitarfélögunum falið að sinna verkefnum, getan til þess að taka ákvarðanir sem standast skilyrði og kröfur og ekki síst getan til þess að aðlaga sig að breytingu í félagslegu og efnahagslegu umhverfi.
En sameining sveitarfélaga getur verið skynsamleg út frá mörgum sjónarmiðum. Það eru efnahagslegi kostir. Það sem sameining sveitarfélaga getur leitt til minni rekstrar hagnaðar. Sameining sveitarfélaga getur leitt til þess að kosti einfaldlega minna að reka sveitarfélögin og nýta betur auðlindirnar sem sveitarfélögin hafa. Leið að veita mögulega betri þjónustu, en það er ekkert sjálfgefið að sameining sveitarfélög þjónusta verið betri. Það snýst ekki það. Það að sveitarfélög sameinist þá verið þjónustan ekki endilega betri. Auðvitað þarf að vinna því hvort sem þetta er 1 sveitarfélag, 4 sameinuð eða ekki. En með sameiningu getur verið hægt að bæta bæði gæði og nýtingu á þjónustinu. Og sameiningin getur verið aukin svona stærð í stjórnvaldinu. Að sveitarfélögin hafi aukin slagkraft gagnvart hinu stjórnvaldinu sem er íslenska ríkið. Og það eru svona sterkari áhrif í samfélaginu. Og svo snýst þetta líka eins við það hvort að við ætlum að stýra þessu svolítið sjálf eða ætlum að láta þvinga okkur. Þetta er kannski eins og með annað, að við viljum frekar láta þvinga okkur til sameiningar og hlýðni, heldur en ákvaða þessu sjálf og stýra þessu sjálf. Og svo er það líka þessi svona skýrari stjórnunarstruktúr. En með sameiningu þá getur verið einfaldari stjórnunarstruktúr og minni svona bjúrókrasía, skulum við segja, sem getur stuðlað að hraðari ákvörðunartöku og framkvæmdum. En það er ekki sjálfgefið. Það er ekki sjálfgefið að gerist í sameiningu sveitarfélag. Það þarf að sjálfsögðu að vinna því. Það að sameina sveitarfélag er ekki endilega aðgerðin. Heldur aðgerðin sem felast í því þegar búið er að sameina sveitarfélag. Á móti kemur að sameining sveitarfélaga getur einnig valdið alls konar svona úrlausnar vandamálum. Það sjálfsögðu gerist. Þetta er ekki töfralausn. Bæði vegna menningarlegra og efnahagslegs munsturs hjá fólki og fyrirtækjum og landsvæði. Það er því mikilvægt að taka tillit til svona staðhátta og viðhorfa í ákvörðunartöku við sameiningu sveitarfélaga. Á meðan að fólk sem er frekar svona jákvætt gagnvart henni yfir í það fólk sem er algjörlega mótfallið sameiningunni. Á þess að fylgið endilega hvers vegna fólk er með eða hvers vegna fólk er á móti. En ferli sameiningar er margþætt og það getur verið mjög flókið og virðist mjög flókið. Þess vegna er mikilvægt að stíga varlega til jarðar og sýna svona ákveðna þolinmæði og leita ráðgjafar hjá ráðuneyti og ráðgjöfum og sérfræðingum. En almennt er það að reynsla sveitarfélaga hefur sýnt að vel heppnað sameiningarferli er allra hagur. Og orðið laust. Benóni Valur hefur beðið mörg, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, fyrir réttum mánuði síðan sótti ég vel heppnaða landsfundsaflýgingar sem að bara yfirskriftina sterkari saman. Það er nú bara þannig. Við erum alltaf sterkari saman og ég tek heils hugar undir þá hugmynda að nálgast hins sveitarfélögin í sýslunni og sjá hvað eigum einhvern sameiginlegan grundvöll. Vil minnast á í framhjálaupi á það apparat sem við höfum nú ennþá held ég formlega sem heitir Héraðsnefnd Þingeyinga sem að menn hafa hamast við að reyna að leggja niður sem væri einmitt kjörinn vettvangur til að halda slíkum samræðum áfram á ef vilji væri fyrir. Ég hef mótmælt þessari niðurlagningu á öllum stigum málsins og ætla bara að gera það hér einu sinni enn og segja ef það er enn þátt að bjarga því þá verður það akkurat byggðasamlagi sem við þurfum að hafa í bakhöndinni núna ef það kemur í ljós að vilji er til frekari samvinnu og samstarfs á þingeyskum heiðum. Benóni hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, ég vil byrja að þakka Hjálmari Boga fyrir að hefja máls á þessu og óska eftir því að þetta mál fara að dagskrá því að eins og Benóni kom inn á rétt á hana þá hefur verið í þessu ferli með að leggja niður héraðsnefndina sem hefur verið samráðsvettvangurinn sem að sveitarfélögin hafa haft en í mínum huga er nú samt fleira sem að hangir á spýtunni núna varðandi það að það er brýnt að við eigum samtal hér á svæðinu og að við finnum samtali sveitarfélaginu á svæðinu einhvers konar farveg og þá má til að mynda nefna það að
Sveitafélögin hérna sem eru 4, það eru aðeins 3 þeirra sem eru inn í sambandi sveitafélaga Norðurlandi eystra, það er að segja að Tjörneshreppur eru ekki þar inni og verður þar að leiðandi aðeins út úr í samtali milli sveitafélagana á svæðinu. Það er svo líka það fjármagn sem að stendur til boða þegar sveitafélag saminast sem er á borðinu núna og hægt að teygja sig eftir ef að vilji er til þess og er búið að vera hérna nokkurt skeið, en í mínum huga er það alveg ljóst að þetta fjármagn verður ekki þarna til eilífðar. Þannig að við reynum ekki við það til að mynda með viðræðum frekari sameiningar sveitafélaga hér að hafa orðið töluverðar sameiningar núna á þessari öld hérna á þessu svæði og bara í okkar sveitafélagi ég hef ekki tölu á því reyndar hversu mörg sveitafélagin voru áður sem að Norðurþing nær yfir núna, en þau voru þó nokkur. Þannig að þetta eru góðar og gildar ástæður fyrir því að setjast niður og eiga samtal. Og svo er það líka sameiginlegir hagsmunir okkar í bara orku og atvinnumálum og þá búum við ofboðslega vel með Þeistareykji og Kröflu og Laxá og að hafa næga orku og svo geta verið fleiri tækifæri sem felast annars staðar í minni vatnsaflsvirkjunum sem hafa verið byggðar upp hérna á svæðinu. Það er svo líka þess að snýra atvinnuuppbyggingu þar sem að sveitafélagin voru á sín tíma sammála það að beina uppbyggingu atvinnu, svona stærri atvinnutækifæra að Bakka og með orkunni frá Þeistareykjum. En svo ef við horfum svo austur, bæði innan okkar sveitafélaga sem svo líka til Langanesbyggðar, nágrann okkar þar, að þá eru tækifærin alls ekki þeir sömu meðal annars vegna skorts á raforku. Þannig að það er að mínu mati mjög margt sem þessi sveitafélög sem eru hérna megin Vaðlaheiðarinnar hafa að ræða og ríkir sameiginlegir hagsmunir. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Aldi. Forseti, ég vildi bara rétt koma upp og erum að tala ræða mögulega sameiningu sveitafélaga og lýsa því yfir að ég er mjög hlynnt því að við förum í það því að þrátt fyrir við sem landfræðilega stórt svæði öll þessi sveitafélag sem hér eru talin upp að þá trú ég því að við höfum mjög mikið sameiginlegt, við eigum mjög mikið sameiginlegt og það skiptir máli að vinna hlutina saman og ég held bara við séum alveg stakk búin til að gera það. Þannig að ég er mjög hlynnt því að við byrjum þetta samtal allavega en eins og kom hérna fram aðeins stígum varlega til jarðar og vendum okkur við það. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ekki fleiri sem kveða sér hljóðs það, þá göngum við til atkvæði þessa tillögu að sveitarstjórnar Norðurþings verði falið að bjóða sveitarstjórnum og framkvæmdastjórum hinna 3 sveitarfélagana í Þingeyjarsýslu í þetta óformlega samtal. Þau sem geta samþykkt það gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 4 sem er sameiginleg yfirlýsing Carbfix hf og sveitarfélagsins Norðurþings. En á 494. fundi byggðarlagsvar eftirfarandi bókað að byggðarlag samþykkir fyrirliggjandi viljayfirlýsingu og vísar henni til afgreiðslu í sveitarstjórn og orðið er laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Katrín. Forseti. Ég ætla aðeins að gera svona grein fyrir vinnunni sem hefur átt sér stað núna frá því 25. febrúar þegar að við samþykktum stutta viljayfirlýsingu við Carbfix að vinna sameiginlega að gerð yfirgripsmeiri og stærri viljayfirlýsingar. Og þetta hefur verið í höndum vinnuhóps starfsmanna Grænan Iðgarð og Bakka og svo vinnuhóps Carbfix.
fyrirtæki kom náttúrulega hérna norður og kynnti sína starfsemi og hefur verið mjög viljugt til þess að upplýsa hver þau hérna álitamáli eða spurningar sem að fram hafa komið. Nú í þessari viljayfirlýsingu sem að nú liggur fyrir þá erum við að svona við erum að ramma inn næstu skref sem að eru muni taka svona 12 vikur í áætlaðri vinnu og andartak. Já, við ætlum sem sagt að vinna að því að svona móta þá samninga og með hvað hætti þetta verkefni gæti litið út ef að til kemur að menn sameinast að halda því áfram. Og það sem snýr að okkur náttúrulega æðimargt, það snýr að sveitarfélaginu, það snýr að samfélaginu, það snýr að Bakka, það snýr að orkuveitunni og það snýr að höfnum Norðurþings. Og hérna umfram allt þá ætlum við að reyna að leiða til lykta á næstu vikum hvort að þetta verkefni hendi til starfsemi á Bakka. Þetta sameiginlega viljayfirlýsing bæði Carbfix og Norðurþings, þannig að ef hún samþykkt hér í dag og verður samþykkt hjá Carbfix að þá verður hægt að upplýsa úr henni. En hérna hún mun ekki verða sem fylgiskjal með þessari fundagerð núna. Katrín hefur lokið máli sínu og Helena Eydís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, mér langar rétt aðeins að fara yfir þessa viljayfirlýsingu og innihald hennar. Það er að segja á hvaða grunni hún hver eru verkefnin sem að er verið að áforma að fara í núna næstu 12 vikum. Það er í fyrsta lagi það að uppfæra samskipta og kynningaráætlun vegna verkefnisins, staðsetja mannvirki og borðtega, að það liggi fyrir til að staðsetningu fyrir þá, auk tímalínu og ábyrgðarskiptingar til dæmis hvað var að skipulags- og leyfisvinnu sem forsenda fyrir því að svona starfsemi geti farið af stað hér í sveitarfélaginu. Það er verið að fara yfir áformum varmaöflun og drög að samþættingu auðlindanýtingar á svæðinu. Matsáætlun verði skilað til skipulagsstofnunar ásamt því að útfæra áætlun og tímalínu breytingar á skipulögum sem að þyrfti að ráðast í til að af starfseminni gæti orðið. Mótun vöktunaráætlunar fyrir starfsemi Carbfix og Carbfix gerir ráð fyrir því að vöktun grunnástand svæðisins gæti hafist eigi sér en 12 vikum eftir að vöktunaráætlun liggur fyrir. Og þá snýr þetta einnig að viðræðum skilmála og gjöld, til dæmis tengd lóðum, gatnagerð, hafnaraðstöðu og þjónustu, vatnsnotkun og fleiru slíku, með það fyrir augum að það getur legið fyrir drög að samningum eða skilmálaskjali sem getur legið fyrir að 12 viknum liðnum frá því að þessi viljayfirlýsing undirrituð. Og útgangspunkturinn í rauninni í þeim samningaviðræðum væri að skapa sameiginlegt samfélagslegt og efnahagslegt virði á breiðingrunni og með loftslagsmarkmið í forgrunni. Hlutverk sveitarfélagsins Norðurþings í þessum verkefnum væri til að mynda að geta gefið út framkvæmdaleyfi fyrir verkefnið svo fljótt sem að eðlilegt og sanngjarnt getur talist eftir álit skipulagsstofnunar að umhverfisáhrifum liggur fyrir. Gefa út nauðsynleg byggingarleyfi fyrir framkvæmdum tengdum verkefninu og þá önnur leyfi eða samninga til að mynda varðandi vatnstöku eða slíkt. Og sveitarfélagið mun ganga á skuggum að aðal- og deiliskipulag fyrir hafnarsvæði, lagna- og niðurdælingarsvæði kvótaterminal standi ekki í vegi fyrir þeim verkefnum sem viljayfirlýsingin nær yfir.
gerist síðan þörf á að eiga samtal við fleiri sveitarfélög, eins og til að mynda nágrann okkar sem við vorum að ræða hérna í málinu rétt á undan, að þá það byggðaráð með staðfestingu sveitarstjórnar sem mun hafa milligöngu samvinnu annarra sveitarfélaga án þess þó að við skuldbindum okkur hvað varðar afstöðu þeirra sveitarfélaga gagnvart verkefninu eða samvinnuna. Sveitarfélagi Norðþing og hafnir Norðþings leitast eftir því að tryggja að fyrirtækið hafi forgangsaðgang til sinna starfsemi og fullnægjandi landrými í eða við löndunarstað og að þau hafi forgang til svæði sem tekur á móti skipum með koldíoxíð auk forræðis á aðgangsstýringu að athafnasvæði sínu á eða í nágrenni hafnasvæðis. Sveitarfélagi Norðþing og hafnir Norðþings leitast eftir því að tryggja að hafnarmannvirki uppfylli þær lágmarkskröfur sem nauðsynlegt fyrir uppbyggingu og rekstur kvótastöðvar sem nánar verður útfært í framhaldsvinnu. Til að hægt sé að ljúka mati á umhverfisáhrifum fyrir fyrirtæki og starfsemi þess, þá þurfa sveitarfélagi og hafnir Norðþing að sjá til þess að fyrirtækið fái úthlutað lóðum til þess starfstíma sem gert ráð fyrir að fyrirtæki verði með starfsemi sem 30 ár að minnstakosti og gert ráð fyrir þá lóðalegu samningi sem yrði gerður til þess tíma og með framlengingar heimildum til 5 ára í senn. Orkuveitan mun síðan leita leiða til að afla varmaorku til afhendingar á athafnasvæði þar sem eins og kvótaterminal þarfnast hverju sinni til sinna starfsemi. Þannig að þetta eru svona helstu atriðin sem ætlunin að vinna að núna á næstu 12 vikum og hver hlutverk Norðþings eru í því samstarfi. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, við erum að tala Carbfix, já, það sem ég vildi segja bara, ég persónulega mjög spennt fyrir þessu verkefni og ég vildi bara fá að segja það að við erum búin að eiga nokkur mjög góð samtöl við Carbfix, við forsvarsfólk þessa fyrirtækis og það hafa verið mjög góð samtöl. Ég var sjálf með miklar efasemdir í upphafi að ég velti fyrir mér hvort það væri siðferðislega rétt að taka við CO2 frá öðrum löndum og setja niður og allt þetta sem við erum búin að vera að ræða. Stærsta vandamálið okkar í heiminum náttúrulega ofneysla en við þurfum að minnka losun, það stærsta vandamálið. En það gengur ofboðslega hægt og þannig við þurfum að bregðast við loftslagsvánni á allan hátt sem við mögulega getum og þetta einn hluti af því. Og ég mjög stolt af því ef að svona verkefni kemur til okkar þar sem við erum að taka þátt í að sporna við umhverfisvánni sem við stöndum frammi fyrir og það á í rauninni að vera sameiginlegt markmið okkar allar að gera það sem við getum til að hugsa framtíðina. Og já, þannig að svo finnst mér bara þetta fólk sem veit hvað það að gera, það með fullt af rannsóknum að bak við sig, það búið að skoða marga hluti og eitt sem skiptir mig ofboðslega miklu máli að þau eru með kynjasjónarmiðin sín alveg á kristaltæru og það mikilvægt að fyrirtæki séu með kynjasjónarmiðin sín á kristaltæru, sérstaklega í þessum heimi sem við búum í dag. Þannig að ég vildi bara koma og segja upp, ég spennt fyrir þessu verkefni og ég mun samþykkja þetta og gerði það líka í byggðaráði. Og ég bara endilega gerum það öll. Þetta frábært verkefni. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu, orðið laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, öll í öfnu reynir nú að eyða sem minnst tíma seinstundur í að segja það sama á síðasti ræðumaður en ég bara hjartanlega sammála Aldi í einu öllu. Benóný hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Hér spennandi verkefni að ræða sem snýst að nýta ákveðna auðlind
skapa tekjur og búa til störf. Að nýta jörðina til þess að binda kolefni sem náttúrulegt efni. Mikið veit að halda því til haga að hér er ekki verið að tala um eitthvað eitur, það er verið að tala um náttúrulegt efni kolefni sem bara of mikið af, eins og hér var aðeins komið inn á, í náttúrulegu ferli sem það að binda þetta kolefni í jörðinni. Að binda það í bergi og í jörðinni og draga þar með losun. Að losa kolefni eða CO2 úr andrúmsloftinu og binda það varanlega. Það þarf sannarlega vatn og það þarf land eins og hér búið að fara yfir, mögulega einhverja jarðfræðilegar áskoranir og áhrif á vatnsbúskap, en ég vil taka undir með aldrei, það var mjög vel kynnt og Helenu hérna áðan, það var mjög vel kynnt á íbúafundi þar sem voru krefjandi spurningar sem var svarað, það eru rannsóknir bak við þetta, þannig að þetta er mjög jákvætt verkefni. Þetta er starfsemi sem þegar í gangi, meðal annars á Hellisheiði og hefur verið áhugavert að fylgjast með þróun þessa fyrirtækis. En hingað til hefur fyrirtækið sýnt mikla fagmennsku og gott samstarf við sveitarfélagið og verður spennandi að taka þátt í þessu og fylgja þessu verkefni áfram. Og ég vonast til þess að sveitarstjórn geti samþykkt þetta samhljóða hér á eftir. Og orðið laus. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, ég get ekki annað en tekið undir það sem hér hefur komið fram varðandi þetta verkefni og mér þykir þetta ofboðslega spennandi verkefni. Við höfum fengið þennan tíma sem ég hef verið í sveitarstjórn frá 2018 kynningu á ýmsum verkefnum og þar sem að fyrirtæki hafa haft áformum að setja sína starfsemi hér niður. Ég reyni eftir fremsta megni að vera gagnrýnin á þau verkefni sem koma og bara til að máta þau líka inn í okkar samfélag og okkar aðstæður. Og ég verð að segja það að þetta verkefni með þeim verkefnum sem hafa rekið á okkar fjörur sem að mér þykir vera einna best útfært af þeim verkefnum sem við höfum verið að fást við á síðustu 7 árum. Það vel mótað að mínu mati og þetta eftirsóknarvert líka eins og Aldey kom inn á vel að taka þátt í því að bæta umhverfisgæði á hnettinum, ekki bara hér heldur á hnettinum öllum. Það ótrúlega jákvætt finnst mér að geta tekið þátt í því og núna nýlega þá komu fréttir frá Danmörku sem að Katrín sveitarstjóri vakti athygli okkar í sveitarstjórn á þar sem að Danir eru að áforma áþekkt verkefni í Esbjerg eða við Esbjerg í Danmörku nema þar sem þeir ætla að gera, þeir ætla að fara að nota aflagða olíuborpalla til niðurdælingar á koldíoxíði. Og þannig að þegar við sjáum það líka að frændur okkar og nágrannar Danir eru að áforma áþekk verkefni að þá eru við ekki bara, hvernig maður orða þetta, á þess að það komi undarlega út, en þá erum við ekki, við erum ekki einum þetta ekki einhver tilraunastarf sem bara hér hjá okkur, það eru fleiri þjóðir sem að skoða þetta þar sem að aðstæður eru til. Og mér þykir mikilvægt ef við getum lagt okkar mörkum á þessu sviði að við gerum það og tala líka þegar að áhrifin gætu verið framhald að þeirri bylgju sem við höfum stigið inn á með uppbyggingu PCC, áframhaldandi aukning á fjölda íbúa hér á svæðinu, áframhaldandi aukning á tekjum til sveitarfélagsins og til þessa þjónusta íbúan okkar vel, að þá þykir mér það að vera allrar athyglivert og ég jákvæð fyrir þessu verkefnum mun samþykkja þessa viljayfirlýsingu. Helena hefur lokið máli sínu, Katrín Sigurjónsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Katrín. Forseti, það sem ég var að reyna að grafa eftir í höfðun á mér áðan þegar ég þagnaði í stólnum, það var að þetta náttúrulega búið að fara fyrir byggðaráð og þetta búið að fara líka í yfirlestur og yfirferð hjá lögfræðingum beggja, þessi viljayfirlýsing. En það sem að kannski líka gott að ítreka að þetta
Ég ætla aðeins bara hérna vitna í viljayfirlýsinguna forseti. Aðilar lýsa nú yfir vilja til þess að hver sig og eftir atvikum sameiginlega ráðist í þær aðgerðir sem þörf á til að kanna mögulegan grundvöll og undirbúa uppbyggingu kvótastöðvar á svæðinu. Þannig að við erum ennþá í því að við erum að kanna hvort þetta gangi upp eða ekki. Við erum ekki með þessari viljayfirlýsingu að taka einhverja ákvörðun að þetta verkefni verði. En og já, þetta bara hvort heldur sem að það aðgerðir snúi beint að móttöku CO2 í eða við hafnarmannvirki svæðum þar sem fyrirhugað að dæla niður CO2 uppleyst í vatni, samskipt og kynningamálum eða öðru samstarfi eins og nánar greinir svo í viljayfirlýsingunni. Og við erum bara að horfa á það hvort að þetta verkefni getur undirbúið bara og undirbyggt þá samlegð sem er með annari og bæði núverandi og fyrirhugaðri starfsemi á þessu svæði. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa sameiginlegu yfirlýsingu, Carbfix og Norðurþings, að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og við förum þá í mál númer 5, sem þjónustustefna Norðurþings sem fyrir sveitarstjórn liggur uppfærð þjónustustefna til samþykktar. En að ræða uppfærslu á 2 atriðum. Annars vegna þess að umhverfis- og loftslagsstefna sveitarfélagsins tilbúin, en í samþykktri stefnu segir að hún sé í vinnslu. Og hins vegar varðandi barnaverndarþjónustu sem nú í gildi samningur við Akureyrarbæ að vera leiðandi sveitarfélag kemur að framkvæmd og rekstri barnaverndarþjónustu sem heitir núna Barnaverndarþjónusta Norðurlandi eystra og þjónustustefnan uppfærð með tilliti til þess. En orðið laust þetta. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það, en svo það sé sagt, þá vill forseti koma því framfæri, þá þjónustustefnan bara lifandi skjal sem kemur svona reglulega inn, þar sem við erum bara reglulega uppfæra hana eftir því breyttri þjónustu sem sveitarfélagið að veita og hvetja þá líka kjörna fulltrúa til þess að koma við mál til þess að setja inn í henni eða taka út henni, hafa þetta svolítið svona lifandi skjal. En þau sem geta samþykkt þjónustustefnuna þá eins og hún lítur út, gefur merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og á eftir málunum 5, þá förum við í málunum 6. Og við förum í afslátt af gatnagerðargjöldum af völdum lóðum í Norðurþingi, en á 215. fundi í skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórn að veittur verði 50% afsláttur af gatnagerðargjöldum vegna bygginga á eftirfarandi lóðum. Það þá Lyngbrekka 6, 8, 9 og 11 og Urðagerði 5 og þetta allt á Húsavík. En afsláttur miðast við að húsnæði verið fokhelt fyrir lok árs 2028 og orðið laust. Soffía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Soffía. Forseti, kjörnir fulltrúar, já, ég ætlaði bara rétt að fylgja þessu máli eftir. Við höfum gjarnan auglýst afslætti af gatnagerðargjöldum af tilteknum lóðum til þess að hvetja til uppbyggingar á þeim svæðum innan sveitarfélagsins. Við höfum gefið kannski of lítinn tíma til þess að húsnæði yrði fokheld, en nú höfum við ákveðið að lengja hann til lok ársins 2028. Við erum að tala hérna 4 lóðir í Norðurbænum á Húsavík, í Lyngbrekkunni, og síðan 1 lóð í Suðurbænum í Urðagerðinu, og ég hvet áhugasama sem að huga að uppbyggingu húsnæðis að skoða þetta tilboð, 50% afslátt, og byggja húsnæði sín á þessu skemmtilegu svæðum, eins og kemur fram í næsta máli á dagskrá. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið laust.
enginn sem kveðið sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þennan afslátt að ganga gera gjöldum að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum þá í mál nr. 7 sem umsóknarlóð að Lyngbrekku 9 en á 215. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórn að Sebastian Florczyk verði úthlutað lóðinni að Lyngbrekku 9 og orðið laust. Enginn sem kveðið sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessu úthlutun að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum í mál nr. 8 sem óskum breytingu á deiliskipulagi heilbrigðisstofnana á Húsavík en á 216. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráðið leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt eins og hún var kynnt og skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa gildistöku skipulagsbreytingarinnar og orðið laust. Sofía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sofía. Forseti og kjörnir fulltrúar. Þetta nú lítil breyting sem við erum að kynna hér á deiliskipulagi heilbrigðisstofnana en engu að síður mikilvægt þar sem við erum að stækka byggingareitin eða einfaldan, kannski réttar að segja svo, þar sem að fyrri byggingareitu var markaður nákvæmlega utan þá hönnun sem þá var tilstóð að fara í byggingu á. Þetta gefur aðilum tækifæri til þess að hanna annars konar byggingu innan þessa byggingareit sem mjög mikilvægt og nú bara að krossa fingur og vona að við sjáum uppbyggingu hjúkrunarheimilis fara á stað á Húsavík vonandi á þessu kjörtímabili sem ár eftir af. Sofía hefur lokið máli sínu og Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Katrín. Forseti, ég vildi bara upplýsa aðeins það sem að við erum búin að vera að vinna með hérna, eða kannski ekki vinna, við höfum verið þáttakendur í samráðsfundum FSRI uppbyggingu hjúkrunarheimilisins hérna ásamt fulltrúa ráðuneyta og það átti að vera fundur í þessari viku, honum var því miður frestað, annars hefði ég kannski haft einhverja svona nýrri upplýsingar en hann verður á mánudaginn næsta og það sem að þessi deiliskipulags samþykkt hér í dag ef að það gengur í gegn að þá við tekum náttúrulega auglýsingatími á henni en ætti þá að geta tekið gildi í júní, miðjan júní minni mig að Gaukur hafi sagt, skipulagsfulltrúi en FSRI hefur semst verið í viðræðum við HSN, af því HSN verður rekstraraðili að húsnæðinu og það hefur aðeins seinkað ferlinu þar sem verið að svona rýna eldri húsrýmisáætlun og skoða þarfagreiningu áfram en það hins vegar verið líka að vinna því að klára útboðsgögn og FSRI mun síðan þegar að því lokið þá mun það þurfa að leita samþykkis og heimildar til útboðs bæði hjá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu. Þannig að ef að þetta gengur allt saman eftir að þá ættum við að geta farið að sjá útboð og þá bara að bíða og sjá hvort að einhverjir sé ekki tilbúinir til þess að byggja þetta fyrir okkur. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sér að kveða sér hljóðs það. Þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa skipulagsbreytingu og gefa merki með því að rétta upp hönd. Og það samþykkt samhljóða. Þá fyrir við málum með 9 sem skipulagsskrá lista- og menningarsjóðs Norðurþings sem endurskoðun 2025 en á 214. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað
að ráðið samþykkir reglur skipulagskrár lista og menningarsjóðs og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og til upplýsingar er hér aðeins orðalagsbreytingar ræða að orðið bæjarstjórn verði fjölskylduráð. En orðið laust. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa breytingu að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 10 sem eru reglur Norðurþings frístunda þjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni samkvæmt lögum en á 215. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir uppfærðar reglur frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni með langvarandi stuðningsþarfir og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og tekið skal fram að hér er aðeins orðalagsbreytingu vegna laga farsældarþjónustu barna að ræða. En orðið laust. Enginn sem vil kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt reglurnar að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 11 sem eru reglur stuðningsfjölskyldur fyrir börn með langvarandi stuðningsþarfir. En á 215. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að fjölskylduráð samþykkir uppfærðar reglur stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og ungmenni og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn. Og orðið laust. Kristinn Jóhann Lund, formaður fjölskylduráðs við biðjum orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti sveitarstjórn. Hér er aðalega orðalagsbreytingar að ræða og svo helsta breyting er það að gæða- og eftirlitsstofnun mun veita leyfi til stuðningsfjölskyldna að starfa og það er það, sem sagt, það færist þá á höndum sveitarfélagsins að veita það leyfi. Kristinn hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt reglurnar eins og að líta út að gefa merki með því að rétta upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 12 sem eru reglur skammtíma dvöl en á 215. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir uppfærðar reglur skammtíma dvöl fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og aftur þá er hér aðeins orðalag litlar orðalagsbreytingar að ræða, en orðið laust. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt reglurnar að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 13 sem eru reglur Norðurþings stuðningur við börn og fjölskyldur þeirra. Á 215. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykkir uppfærðar reglur stuðning við börn og fjölskyldur þeirra og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og til upplýsingar þá er aftur orðalagsbreytingar að ræða vegna farsældarþjónustu við börn, en orðið laust. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt reglurnar að gefa merki með því að rétta upp hönd og það er samþykkt samhljóða og þá höfum við lokið afgreiðsluliðum og gerum örstutt fundarhlé.
Fundið framhaldið í sveitarstjórn Norðurþings, hérna á þessum fallega degi í Kelduhverfi og við erum komin í fundargerðir og við byrjum leika í skipulags- og framkvæmdaráði. Það eru fundir númer 215 og 216, mál númer 14 og 15 og biðja kjörna fulltrúum að taka fram í hvaða fundargerð og í hvaða máli í þeirri fundargerð fólk vil taka til máls og orðið laust. Sofía hefur beðið málið, gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, kjörnir fulltrúar, þetta er fundur 215 mál 5 útboð sorphirðu 2025. Mér langaði bara rétt aðeins að vekja athygli á þessu máli á niðurstöðu útboðs í sorphirðu á Húsavík og í Reykjahverfi. Frestur til að skila inn tilboðum var til 3. apríl 2025 og það bárust 3 tilboð frá Terra, Íslenska gámafélaginu og Kubbi. Og lægstbjóðandi var Terra með 5,7% yfir kostnaðar áætlun. Nú Terra tekur við þjónustunni frá með 1. október næstkomandi, en fram að þeim tíma þjónustar Íslenska gámafélagið okkur eins og verið hefur. Það er verið að ganga frá samningum við Terra og þeir verða undirritaðir á næstunni. Þessi skipti á þjónustuaðila sem og ný samþykkt fyrir úrgangsmál mun kosta töluverða vinnu hjá sveitarfélaginu, þar sem það verður boðið upp á fleiri möguleika en áður varðandi tunnur og sameiginlega notkun á þeim. En sveitarfélagið mun kynna þær breytingar vel og áherslur í úrgangsmálum áður en nýr þjónustuaðili tekur við keflinu í haust. Mér langaði svo bara aðeins að vekja athygli á að þessu tengt mál númer 8 á fundi 216, þar sem birtist skýrsla Sambands sveitarfélögum stöðu úrgangsmála hjá sveitarfélögum sem umhverfis- og innviðateymi sambandsins lét vinna með könnun til sveitarfélaga. Og fyrir áhugasam úrgangsmáli er þetta mjög áhugaverð lesning. Sofía hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan 5. lið í fundargerð númer 215. Eða aðra liði í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs, þá er orðið laust. Svo er ekki, þá eru þessar fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs framlagðar og við höldum áfram og förum í fundargerðir fjölskylduráðs, fundur númer 215 og 216, mál númer 16 og 17 og það er eins að taka fram í hvorri fundargerðinni og þá í hvað lið í þeirri fundargerð kjörnir fulltrúar vilja taka til máls. Orðið er laust. Enginn sem veit kveða sér hljóðs þær fundargerðir, þá teljast þær framlagðar og við förum í fundargerðir byggðaráðs, mál númer 18, 19 og 20, fundur 492 til og með 494 og það er eins að taka til að greina í hvaða fundargerð og hvaða liði þeirri fundargerð kjörnir fulltrúar vilja taka til máls. Orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, það er fundargerð byggðaráðs númer 492, mál númer 3, samskipti og samráð ríkisins og Alþingis við sveitarfélög og sveitarstjórnarstigið. Þetta er mál sem ég óskaði eftir að yrði tekið til umræðu inn í byggðaráði og snýr sem sagt að þá samskiptum ríkisins og þingsins við sveitarfélögin og sveitarstjórnarstigið og tilefnið var þá það að í kringum mánaðamótin mars-apríl var umtalsvert það að umsagnarmál sem voru annarkvort inn í umsagnargátt þingsins eða samráðsgátt stjórnvalda
og sem að snertu sveitafélögin að mörg þeirra voru ekki send sveitafélögunum til umsagnar, heldur eingöngu til landshluta sveitafélagana sem að eins og við öll vitum eru frjáls félagasamtök en ekki sérstakt stjórnsýslustig. Og ég ætla ekki að fullyrða það að þetta sé eitthvað einstæmi að þessu hafi verið svona farið og að þetta sé einhver nýbreytni með nýrri ríkisstjórn eða eitthvað slíkt, þvert á móti þá held ég þetta sé búið að vera svona þó nokkuð tíma. En þetta varð sérstaklega áberandi á þessum tímapunkti þar sem að þingið fór frekar seint af stað á nýju ári með það sem hefðbundið og þar af leiðandi voru mörg mál að koma inn sem að þurfti að koma inn í dagskrá þingsins fyrir 31. mars síðastliðinn. Mörg málana varða okkur sérstaklega og til að mynda þá veiðigjaldafrumvarpið en líka frumvarpið jöfnunarsjóð og slíkt og ég held að það sé mjög mikilvægt að þegar að frumvörp sannarlega varða sveitafélög og þjónustu sem þau eru að veita eða tekjur þeirra eða eitthvað slíkt með einhverjum hætti að sveitafélögin séu þá umsagnaraðili og ríki leiti til sveitafélagana eftir umsögnum, ekki bara til landshlutasamtakanna. Því að við þekkjum það til dæmis í okkar landshluta að það ekkert endilega einhugur meðal sveitafélagana eða sveitastjórnarfólks á svæðinu gagnvart málum. Ég til að mynda nokkuð sem það að við höfum ekki öll sömu afstöðu til veiðigjaldafrumvarpsins og jafnvel eru sveitafélag okkar svæði sem að veiðigjaldafrumvarpi varðar bara lítið eða ekki neitt. Þannig að þá oft erfitt að vera með lægsta samnefnara í sameiginlegri umsögn frá landshlutasamtökunum og oft líka ekki tími til þess að fara í að gera slíka sameiginlega umsögn þar sem umsagnatíminn tiltölulega stuttur. Þannig að ég vil bara nota þetta tækifæri hér til að koma inn á þetta mál og árétta að ríkið og þingið nýti sveitafélögin til samstarfs málefni sveitafélagana. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, ég vil þakka Helenu fyrir að ljá máls á þessu máli. Ég held að einn erfiðasti viðsemjandi sveitafélagana á Íslandi, þessara 62, það sé íslenska ríkið. Stofnanir ríkisins, ráðuneyti og embættismenn sem starfa fyrir ríkið, ekki alltaf bara kjörnir fulltrúar. Ég vil taka fram eins og Helen, það ekkert bundið við núverandi ríkisstjórn eða núverandi flokkar sem sitja meirihluti ríkisstjórn, bara alls ekki. Þetta hefur bara verið svona því miður og þetta ekkert gert af illum hug, það held ég ekki hjá neinum. Bara alls ekki. Kerfið bara gengur út á það að það sé ofvöxtur á einum stað á Íslandi og það þýðir að þá minnkar einhver annar staðar og við erum bara á þeim stað. Þannig ég vil sömuleiðis taka undir með Helenu að íslenska ríkið eigi meira beinna samtal við sveitafélögin, en ég hef líka skilning á því að íslenska ríkið sem vill nú kannski koma einhverju framkvæmd, það sé bara pínlítið flókið að þurfa að spyrja alla 62 hvað þeir finnst eitthvað sem varðar suma 62 ekki neitt. Þannig ég hef líka ákveðin skilning hjá ríkinu að svona, því það getur einfaldlega bara flækt ferli, talandi þetta mál sem við vorum að ræða hérna áðan, það væri nú einfaldara ef að landshlutin væri til bara eitt sveitafélag. Því að landslutin, SSNE, eru frjáls félagasamtök sveitafélaga, samband íslenska sveitafélaga sem fær mjög mörg mál til umsagnar. Þau hafa í grunninn ekkert vald sem stjórnvald til að hafa ákvörðun eða koma einhver umsögn. Og það veitir kannski einhver starfsmaður samband íslenska sveitafélaga umsögnum eitthvað mál sem að sveitafélagin 62 eru bara ekkert spurðum. Þannig að eðli málsins samkvæmt verður kerfið mjög flókið. En það þýðir að meðan kerfið svona, þá verðum við að vinna með að sé svona. Þó að það sé reyndar í mörgum málum enn og verða að reyna að þvinga sveitafélögin einmitt til þess að sameinast, einfalda svolítið kerfið. En aftur ég vil bara þakka Helenu fyrir að taka þetta upp og brýna ríkisvaldið, þingmenn í kjördæmum og svona að veri góðu samtali við sveitafélögin.
ein einföld lausn og þeim er alltaf gaman að koma því að. Það myndi einfalda mjög lífið ef allins bara Reykjavíkurborg, þar væru engir þingmenn, þeir væru bara það sem þyrfti að byggja upp þjónustuna og verndana. Því það þarf ekki í Reykjavík sko, það gerist bara automatist. Þannig hefur aftur komað því að og gerir það svona reglulega í þessu ræðustóla enga þingmenn í Reykjavíkurborg, jafnvel ekki Suðvesturkjördæmi. Þar þurfa sjálfkrafa ekki að vera þingmenn að bera sér í þeirri þjónustu sem að þar er. En orðið laust. Orðið laust á þennan þriðja lið í fundargerð Byggðarlags númer 492 eða aðra liði í fundargerðum Byggðarlags, þá er orðið laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Benóný. Forseti, það væntanlega 494 liður 12 í mann rétt, sjúkraflug og Húsavíkurflugvelli. Bara vekja athygli á því ástandi sem hefur skapast stundum á okkar ágæta Húsavíkurflugvelli sem staddur í Aðaldal, að það hefur ekki alltaf verið hægt að fljúga þangað, neyðarflug sem alvarlegt mál og mín ágæti varamaður og hægri höndum Rebekka lagði fram ákveðna bóku sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Eftir að ríkisstjórn áætlunarflugi Húsavíkurflugvöll var hætt í mars síðastliðnum með staða sjúkraflugs völlin ekki örugg. Gríðarlega mikilvægt fyrir velferð og öryggi íbúa svæðisins að greið leið sé í viðeigandi heilbrigðisþjónustu og viðbragðstími sé sem stystur í neyðartilfellum. Ég sé að mér til mikillar ánægju að Byggðarlag hefur sjálfsögðu tekið undir þetta föstum tökum og vonandi bara förum við all in í því að ná samtali við Íshafi og tryggja að hér sé hægt að fljúga. Benóný hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan 12. lið í fundargerð Byggðarlags númer 494. Eða aðra liði í fundargerðum Byggðarlags, þá er orðið laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, það er fundargerð númer 493, liður 11 í þeirri fundargerð sem heitir Föst starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslunnar á Akureyri. Byggðarlag tók máli fyrir, máli sem var til umsagnar fyrir allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis og hér verið að samstarf ríkis og sveitarfélaga. Að ég vil leggja það til að sveitarstjórn geri bókun Byggðarlags að sinni bókun. Með leyfi forseta stendur þá er Byggðarráð Norðurþings fagnar framkomin í þingsályktunartillögu og til nauðsynlegt að hún nái fram að ganga. Byggðarráð tekur undir með Landhelgisgæslu Íslands að þetta yrði stórt framfaraskref í viðbragðs, öryggis, eftirlits og björgunarmálum þjóðarinnar. Norðurland eystra er stórt og dreifbýlt svæði þar sem oft er langan veg að fara fyrir næsta sjúkrabíl og eða næsta sjúkrahúsi eða flugvelli. Íbúar og gestir hafa þar af leiðandi hingað til ekki haft aðgang að bestu bráðaþjónustu vegna þeirra staðbundnu aðstæðna. Með starfssetningu þyrlu á Akureyri mætti stytta viðbragðstímann sérstaklega á jaðarsvæðum landshlutans, á fjölfarnari svæðum og leiðum þar sem ferðamenn heimsækja gjarnan og á hafi úti fyrir Norðurlandi og tryggja þar með bætt aðgengi að enn betri bráðaþjónustu. Ég vil leggja það til að sveitarstjórn geri þessa bókun að sinni. Í tengslum við þetta, því hér er björgunarþyrlu að ræða, björgunarþyrlu Landhelgisgæslunnar, að því við höfum ljáð máls að því held ég hér áður eða í Byggðarráði að hvetja til þess að íslenska ríki komi upp sjúkraþyrlu sem í rauninni ekki björgunarþyrla og á því stigsmunur sjúkraþyrlu á Suðurlandi því að björgunarþyrla Landhelgisgæslunnar fer í ansi mörg útköll sem björgunarþyrla þar sem þyrfti í rauninni sjúkraþyrlu. Þannig að ég vil hvetja til þess að ríkið haldi áfram með þá vinnu sem einhvers staðar í gangi í ferlinu að það komið upp sjúkraþyrlu á Suðurlandi þar sem mitt flest umferðarslysin verða. En orðið laust þennan lið. Nei, afsakið.
og það liggur þá tillaga fyrir að gera þetta að bókun sveitarstjórnar, þessi bókun byggðarráðs. Ég vil biðja þau sem geta samþykkt að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða, en áfram þá eru fundargerðir byggðarráðs lausar til umræðu stund. Svo ekki, þá lokum við fundargerðum byggðarráðs og þær teljast framlagðar og við förum með mál nr. 21, 22 og 23 sem eru fundargerðir Orkuveitu Húsavíkur, fundir nr. 264 til og með 266 og þá eins kjörnir fulltrúar að taka fram í hvaða fundargerð og í hvaða liði þeirri fundargerð kjörnir fulltrúar óska eftir að taka til máls. Engin sem óskar eftir að ræða þessar fundargerðir, þá teljast þær framlagðar og við förum að lokum. Mál nr. 24, 30. og annan fund stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings og orðið laust. Engin sem óskar eftir að ræða þessa fundargerð, þá telst hún framlögð og dagskrá fundarins tæmd. Við förum í að fara yfir fundargerð. Og ég bið að varaforseta að setja upp vökul augu og fylgjast með. Fyrst var ársreikningur Norðurþings. Þar tóku til máls Katrín Helena Benóní og Hjálmar og sveitarstjórn leggur fram eftirfarandi bókun sem ég sem að lesa ekki aftur hér og svo að ársreikningur Norðurþings samþykktur samhljóða. Númer 2 ársreikningur Hafnarsjóðs. Þar tók Eiður til máls og ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings fyrir árið 2024 samþykktur samhljóða. Mál númer 3 sem samstarf á þingeyska vísu, að þar lagt til að sveitarstjórn Norðurþings verði falið að bjóða sveitarstjórnum og framkvæmdastjórum sveitarfélagana í Þingeyjarsýslu til óformlegs samtals. Þar tóku til máls Hjálmar, Benóní, Helena og Aldey og fyrirliggjandi tillaga samþykkt samhljóða. Mál númer 4 sem sameiginleg yfirlýsing Carbfix og sveitarfélagsins Norðurþings. Þar tóku til máls Katrín Helena, Aldey, Benóní og Hjálmar og fyrirliggjandi yfirlýsing samþykkt samhljóða. Mál númer 5 þjónustustefna Norðurþings og fyrirliggjandi stefna samþykkt samhljóða. Mál númer 6 afsláttur af gatnagerðargjöldum valdra lóða í Norðurþingi. Og þar tók Soffía til máls og tillaga skipulags- og framkvæmdaráðs samþykkt samhljóða. Mál númer 7 umsókn lóða Lyngbrekku 9. Þar tók tillaga skipulags- og framkvæmdaráðs samþykkt samhljóða. Mál númer 8 sem ósk breytingu deiliskipulags heilbrigðisstofnana á Húsavík. Þar tóku til máls Soffía og Katrín og tillaga skipulags- og framkvæmdaráðs samþykkt samhljóða. Mál númer 9 sem skipulagsskrá lista og menningarsjóðs Norðurþings sem endurskoðun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Mál númer 10 sem reglur Norðurþings frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni samkvæmt lögum. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Mál númer 11 reglur stuðningsfjölskyldur fyrir börn með langvarandi stuðningsþarfir. Þar tók Kristín til máls. Það ekki? Í 11. Þar tók Kristín til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Mál númer 12 sem reglur skammtímadvöl. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Mál númer 13 sem reglur Norðurþings stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur.
Þá það mál nr. 14 og 15 fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs. Þar tók til mál Soffía í 5. lið í 215, já. Og þá það fjölskylduráð, þær voru lagðar fram án umræðu. Þá fundargerðir byggðaráðs í málinu nr. 18. Fundur nr. 492, þar tóku Helena og Hjálmar til máls. Í fundargerð byggðaráðs 493, þar tók Hjálmar til máls undir lið 11 og samþykkt að gera bókun byggðaráðs að bókun sveitarstjórnar. Það samþykkt samhljóða. Mál nr. 20 byggðaráð Norðurþings 12. liður, þar tók Benóný til máls og fundargerðir Orkuveitu Húsavíkur og einn fundur stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings lagðar fram án umræðu. Eru athugasemdir við fundargerðina? Svo ekki, þá telst hún samþykkt og að loknum þessu fundi þá hefjum við undirritun að ársreikningi sem að verður stillt hér upp fyrir kjörna fulltrúa til þess að rita undir. Þá slítum við bara þessu fundi og fundið slítið.